Sæll Viðar, nú leik lokið henni í Laugardalshöllinni, fór 68-100. Hvað hefði mátt fara betur fyrir ykkur? Já, við hefum mátt stoppa Grindvíkingana oftar og fá okkur minna heldur en 100 stig og skora meira. Það er hellingur hlutur sem hefði mátt betur fara og ég ætla ekkert að fara út í það hérna núna. Hvað þýðir þetta tap fyrir ykkur í kvöld og komið tíma einhverja breytingar hjá ykkur? Við þurfum bara að halda áfram sko. Tapið þýðir bara enn eitt 15 tapi í rauðu deild og það er bara næsti leikur. Við hefum byggar á mánudaginn og mér fannst við bara svona flatir og orkuleysir. Við þurfum bara aðeins að nústilla okkur hausinn og finna ánægjuna í því að spila körfubolta og berja saman sem hópur. Ég held að það sé fínt bara að fá núna bara stutt á milli leikja. Við munum bara aðeins hreinsa hugan og taka okkur alveg frá körfu í 2 daga og svo ein létt æfingu og við verðum bara klárir í leik á mánudaginn. Það er skemmtilega að vita, það er bara að spila leiki og við þurfum bara, þetta er svona hugarfarsbreyting sem við þurfum aðeins að ganga gegnum. Ég veit fulla trú að við snúum því við á núna næstu dögum. Hverju má búast við í næsta leik hjá ykkur? Sigri. Nú komið ykkur í villuvandræði til að byrja í leiknum. Hvernig getið þið tekið á því fyrir næsta leik? Já, svona nokkrar villur svona lítið eins og þetta er fyrsta villan á Sigmar. Ef þeir ætla að flauta á þetta þá bara höldum við að berjast og þeir flauta það bara. Ef við verðum villuvandræði þá verðum við bara aðeins dýpra á bekkinn. Við þurfum bara að reyna að finna kraft og ánægju sem við svolítið fættir í þessu dag og búin að vera upp á síkastið. Þannig það er bara svona smá hugarfarsbreyting sem það er að eiga sér stað og við munum byrja bara að vinna í því á morgun. Takk fyrir. Sömuleiðis.